Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höldum hér áfram rauðaborðið. Til mínu kom Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir, Sigurjón. Veistu það, nú finnst mér svo skrítin staða í stjórnmálunum. Það eins og það hafi ekki verið til í sumar. Og svo bara kemur núna með allskins útgáfu bara eins og þetta sé bara einhverjir skrítni þættir bara sem að sína, til dæmis byrjum bara hérna, við í næsta húsi við Valhöll og þegar við horfum hana og getum við sagt nú Snorrabú stekkur. Þannig skrítin staða og þessi höfuðflokkur íslenskra stjórnmála sem þú varst eins og varaformaður í, hann á bara í mikilli tilvísakreppu. Er ekki rétt hjá mér? Jú, ég held að það sé nú nokkuð augljóst öllum sem að fylgjast með og þetta er líka kannski rétt að segja mitt fylgjast með því að það er rétt sem þú sagðir að það hefur verið svona logn og síðan bara skellur á með svolítið miklum stormi og stormurinn er við ríkisstjórnarborðið og innan ríkisstjórnarflokkana. Maður sér ákveðna klæningar innan Vinstri grænna, öldurnar byrjað að rísa líka innan Framsóknar en öldurótið er mjög mikið innan Sjálfstæðisflokksins og við erum að sjá bæði ólíka hópa, náttúrulega einstaklingar og mjög margir sterkir einstaklingar en mjög ólíkir og það er greinlegt að það eru átök kraumandi á bakvið tjöldin innan Sjálfstæðisflokksins. Já, mér virðist eins og Bjarni bara ná ekki að lægja öldurnar og það er greinilega erfiðara fyrir hann núna og hann kannski er búið með öll skotin í byssunni, ég veit það ekki. Honum hefur oft áður, ég held að það er aldrei að vanmeta Bjarna Benediktsson þegar það kemur að svona málum en því að hann hefur náð að smala fólkinu eða fénu heim í réttirnar. Já. Þegar áhefur þurft að halda en þetta virðist vera núna djúpstæðara, þau eru opinberari átökin núna og það sem átökin líka draga fram var eins og ungir sjálfstæðismenn benda á daginn eða ungur maður á Vísi þar sem hann dró fram að það var allt gert til þess að svona kannski þagga niðri í þeim, ekki spyrja erfiðu spurningana. Og það segir mjög mikið og margir reyndar að spyrja mig þetta. Ég er bara ekki endilega mjög mikið við huga við Sjálfstæðisflokkinn en þegar ég horfa á þetta, ég get alveg viðurkennt það þegar ég horfa á þetta þá er það sem að mér kannski dettur helst í huga kæru Sjálfstæðismenn, þið eru velkomnir í Viðreisn. Það er bara það sem að þið geti gert núna í þessum látum öllum því að ég held að við erum að sjá það Sjálfstæðisflokkurinn, hann er ekki lengur stærsti flokkurinn, lengi vel ekki nema annar stærsti flokkurinn og nú eiginlega svona þriðji stærsti flokkurinn. Og það er eitthvað sem að hann kann ekki og vill ekki og ég trú ekki að metna að fólk sé meiri heldur en að hafa þetta svona en að móti kemur að það eru ólíkar fylkingar sem að greinilega ætla ekki að lægja öldur og þetta er svolítið svona kannski störukeppni innan svona helsta forystu fólksins innan Sjálfstæðisflokksins. Já, áður en að þú settist inn hjá mig þá vorum við að tala saman bræðinni ég og Gunnar Smári og þá var þetta þannig að það virtist vera að Bjarni sé að Þórdís Kolbrún Reykvík Laufdóttir að hún hafi flutt framboðsræðu á flokksráðsfundinum og þannig að hún eiginlega geti hérna verið að hún vita Bjarni ætlar ekki að vera hún er ekki þessi klára allan í formannskjör. Ég hef nú heyrt Þórdísi flytja áður fína ræður framboðsræða eða ekki, það er allavega ljóst að það er ekki bara hún sem er tilbúin og viðbúin, við erum að sjá aðra öfluga einstaklinga vera það líka, hvort sem að það er Áslaug Arna, Guðlaugur Þór, það er verið að nefna Guðrúnu Hafsteins til sögunar en það sem að
mér finnst erfiðast kannski að sjá að því að þetta flokkur sem á sér merka sögu, hann samannaður úr frjálsleitaflokknum og íhaldsflokknum á sínu tíma og það getur vel verið að hann sé þegar upp í staði núna að leita svolítið í kjarnan og í frummyndirnar og þess vegna ég ekki bara einhverju kerskni að segja kæru vinir mínir í sjálfstæðisflokknum þeir eru velkomnir heiminni í Viðreisn heldur að mér finnst eins og sjálfstæðisflokkurinn sé smátt og smátt að missa sjónar af tilgangi sínum sem var náttúrulega í rauninni má kannski segja upphaflega hafa fyrir einsmálsflokkur sjáum það að Ísland og berjast fyrir sjálfstæði Íslendinga en það líka þessi kjarni frelsisins og frjálslindis og hann svolítið mikið búin að yfirgefa það og við sjáum það bara hvernig þessi og þau kenna alltaf sko samstarfsfólkin í ríkisstjórnum allt það sem aflega fer útþenslu hins opinbera næstu í væntanlega 10 ára fjárlagahalla þetta allt sem að vondu vinstri grænum eða vondu framsóknarkenna og þegar það þannig fyrir komið að sjálfstæðisflokkurinn axlar ekki ábyrgð á erfiðum málum af því að hann hefur ofta gert það og það hefur líka verið styrkleiki hans að þá ekkert endilega sérstaklega vel fyrir honum komið og ég horfi bara á flokk í dag sem kannski ekki nægilega bara ekki stjórntækur en vel að merkja, ég ætla ekki að draga dul á það að það fullt af góðu fólki sem innan flokksins. Þú varst að erfið með að tala um það, en þín gamla lok. Að því að ég ekki... Þú þekkir alltaf margt fólk já, ég þekki mjög marga, ég átti góð ár í þessum flokki, en það var víkmilli vina, hann yfirgað að mínum mati þá að hluta til sitt erindi og sína framsýni sem að felst í því að efla frjálslyndi, lýðræðislega hugsun, fjölbreytileika, alþjóðasamstarf, Evrópumálun og svo framvegis. Ég bara, Sigurjón, ég skil vel að þú sem blaðamaður skuli vera að spyrja með þessar spurninga að því að þetta bara helst þetta það efst á blaði af því að við eigum eftir að tala um fleira já, því að við erum að horfa á því klóra svolítið augum hvort úr öðru og hver með sniðustu pilluna á hvert flokksmann en það breytir ekki því að ég frjáls ég í Viðreisn, ég leiði Viðreisn, ég hef sjaldan eða aldrei haft jafn gaman af því að vera í pólitík og stundum horfi ég á fólk sem jafnvel búin að vera mun skemmri í dag og ég hugsa, ef þið hafi ekki gaman að þessu, farið þá að gera eitthvað annað. Af því þegar maður hefur gaman af einhverju og ánægð af einhverju, þá færðu ástríðina og þá ertu tilbúin til þess að ganga í verkin. Og það kannski það líka sem að mér finnst skorta hjá, að því þú ert að tala um sjálfstæðisflokkin, bæði hjá sjálfstæðisflokknum en líka svolítið hjá Framsókn og Vinstri grænu sem að virðist nú bara að vera alveg týnd, sko. Þannig að það eiginlega ekkert líf í Vinstri grænum, sko. Nei, en þau geta nú lifna við, sýnist mér ef þau halda rétt á málið. Þannig að það sem ég að segja, jú, þetta mjög áhugavert, sko, pólitískt og sögulega er þetta mjög áhugavert, talandi það að því ég hef mjög mikinn áhuga líka á sögu, en fyrir mig sem leiðandi frjálslynt afl sem að horfa svolítið til framtíð, við fáum oft jafnvel skammi fyrir það að vera að hugsa of langt inn í framtíðina því að við erum að reyna að segja við fólk framtíðin, hún verður síðan að nútíð og ég vil ekki fá alltaf þessa spurningu, af hverju ekki löngu búin að gera þetta? Þegar við erum að benda á hluti sjálfsagða sem á að fara yfir eins og evruna, eins og það hvernig við förum inn í heilbrigðiskerfið, eflum menntakerfið, gerum almennilega samgönguáætlun og samgönguumbætur. Þannig að bara ég ætla ekki að eyða kröftunum í það að vega að meta hvað sjálfstæðisflokkurinn að gera, þetta er áhugavert. Nei, við erum nú bara svona spekulasjónir. Þess vegna segi ég skil þessi blaðamenn. Bæði áhuga pólitík. En það kæmi mér mjög á óvart að því þú hefur verið að velta þig líka fyrir sko eins og flestir hvort að Bjarni haldi áfram að hann haldi áfram upp úr þessu en hann hefur reddað sér áður fyrir horn og hann er klókur og það er hann að byrna hann fór að gráta eitthvað, það er löngu liðin tíð sko. Já, það er ímið spildregin upp úr stokknum sko. Grenjar ekki flokkinu upp aftur, það held ég sér. Nei, það gerir maður ekki en ég hef áhuga, þú veist, það er áhugaverk hvernig þetta allt saman þróast að því á endanum þá er þessi það sem að blasi við okkur núna, það er óstjórntækur flokkur og það sem verra er að það er verið að hanga á þessari
Spítu eða Horreim, þessi ríkisstjórnarflokkar og þeir ætla að gera því heilt ár í viðbót. Við getum ekki heilt ár í viðbót af þessu. Ekki efnahagslega, ekki út frá menntamálum, ekki út frá heilbrigðismálum, ekki út frá innviðauppbyggingu, ekki út frá ábyrgum ríkisfjármálum. Þannig að gott að við getum haft gaman og þetta áhugavert hjá Sjálfstæðisflokknum, stóra málið að þetta orðið alvarlegt fyrir þjóðina, að það ekki verið að stjórninni. Þetta grafalvarlegt málin. Sko, bara til dæmis sú staðreynd að þú varst varaformaður Sjálfstæðisflokksins, þá svona eðlilegt að tala þetta, en annað að þeir hafa komið hingað nafnarnir Vilhjálmur Egilsson og Vilhjálmur Bjarnason og þeir í sigur lagi sko, og báðir sögðu að mesta höggið, það versta sem hefur verið fyrir Sjálfstæðisflokkinn, það var stofnun Viðreisnar. Þetta sé mesta skarðið sem eru hoggið í ræði Sjálfstæðisflokksins. Já, ég held að það sé... Þannig að þú sem fyrir varaformaður og Þorsteinn Pálsson fyrir formaður. Og Benedikt já, og Þorsteinn Víglundsson og Hanna Katrín og fleiri sem að voru þar og vel að merkja að þetta alveg rétt að kom stór hópur þaðan en í dag erum við að sjá samsetninguna á fólki í Viðreisn vera komandi úr öllum öðrum. Við erum að sjá Evrópusinna framsóknarmenn hafa komið til okkar. Við erum að sjá líka sko, hægri krata hafa komið og líka bara fólk sem allt í einu bara hefur áhuga á pólitík og vill læra og vita meira. Þannig að við erum að verða sko, skemmtileg blanda af bara þessu frjálslynda mengi fólk sem að sumir koma vinstra megin, aðrir koma hægra megin. Það vita það allir, ég hægra megin við miðju, ég frjálslynd hægri manneskja, hef ég alltaf túlkað mig. Og við erum að reyna að móta og stýra afli sem að þorir áfram að vera í kjarnanum sínum sem að eru almannahagsmuni fram að sérhagsmuni oft sagt við okkur, já þið eru nú bara einsmálsflokkur, þið eru bara hugsaðum Evrópu. Þú veist, ég segi almannahagsmuni fram að sérhagsmunum, já, það er okkar eina mál og við segjum Evrópumálin eru hluta þeirri leið að íta almannahagsmunum framar en sérhagsmunum. Hluta því eru Evrópumálin, og gjaldmiðilsmálin, hluta því bara einfallega að við förum að tala auðlindamáluna einhverju alvöru, að við förum inn í til að mynda stjórnarskrárvinnu sem að núna Bjarni að boða okkur til fundar á 15. í næstu viku og ég bara ætla í guðanabænum að vona að það verði einhver skref tekin að þegar við erum búin að vinna mjög mikla vinnu og ég vona að hann sé ekki að setja á borð einhver gæluverkefni af hans hálfu, heldur að við höldum áfram með þessa vinnu sem að við erum búin með og er mjög langt komin, þar með talið auðlindaákvæði og ég held að ef að það er eitthvað sem að þessi ríkisstjórn hefur sýnt núna á síðastliðnu ári er það hvernig hún ýtur undir ákveðna sérhagsmuni til að mynda varðandi fiskaldið fyrir hér á Íslandi hvernig hann átt að koma inn tímabindingu heimilda sem er algjörst tabú og það er algjörst lykilatriði og það var nefnilega svo gott að allt í einu kveiknu ljós hjá fólki þegar það áttaði sig á að það átti að afhenda þetta ótímabundi. Þetta er það sem við þurfum að gera með alla auðlindanýtingu, hvort sem er í sjávarútvegi eða orku eða annars staðar vindin, leyfin til þess að virkja vindir. Þetta við þurfum að tímabinda slíkar heimildir til þess að tryggja að auðlindirna okkar séu einmitt raunverulega í okkar eigu en við felum öðrum að nýta sem best með miklum ávinningi en þau verða að greiða eðlilegt og sanngjarnt gjald fyrir þessi afnót en ekki síður að það verði tímabundnar heimildir. Allt þetta vona ég að við meðal annars ræðum núna í næstu viku en og mér heyrðist það að á einhverju viðtali daginn einmitt við forsætisráðherra að hann virtist vera búinn að gefa upp eiginlega öll önnur mál hjá ríkisstjórninni nema hugsanlega stjórnarskrána og ég segi bara við látum gott á vita að við getum tekið einhver skref þar. Þú varst að segja aðan sko að Sjálfstæðisflokkurinn væri svona bend á samstarfsflokkana og þú segir Sjálfstæðisflokkurinn að þeir þurfa að fara svona að kynna eigin mál eftir að hafa verið í ríkisstjórninni 7 ár og það bara sko merki sína verkin, það er ekki að vera endurræsa það fyrir okkur, við höfum fylgst með þannig að það er svona þegar að tala framtíðina þá finnst mér þetta til þess hjá Sjálfstæðisflokknum afskaplega en hinir hafa nú ekki sagt neitt eða svaraði svo nokkurn hátt sko. Já, þú veist, Nei, og líka við ekki að vera í vinstri stjórn. Já, þú veist, þetta
Ég held að það sé alveg bara næri lagi að sem að ég held að Óðinn í Viðskiptablaðinu hafi dreiðað fram að þetta væri bara einn versta ríkisstjórn sögunar og það þarf mikið til að segja hann að veri í þeirra augum heldur en vinstristjórnarna sem að var hérna 2009-13. Ég held að reyndar að sú stjórn hafi ekkert verið neitt agaleg, hún var bara að hún þurfti að fara í mjög erfið verk og hérna sumt var gert rétt, annað ekki, það eins og gengur en þessi ríkisstjórn búin að fá eiginlega allt upp í hendun og ég segi bara fínt, við skulum ræða verk Sjálfstæðisflokksins sem einmitt að skila ríkissjóði líklega með halla í meirinn áratug við erum að borga sko 80 milljarða í vaxtagjöld, við erum með mestu vaxtagjöld sem að ríkið borgar á hérna innan OECD við erum með þessa háu verðbólgu, eina hæstu verðbólgu innan OECD, við erum með hæstu vexti, stríðsvexti með, þú veist, sömu vexti og Rússar og Úkrænumenn er að borga, þannig að já, hluti af því að staðan svona að ríkisfjármálunum hefur ekki verið stjórnað nægilega vel, við erum búin að sjá útþenslu á ríkinu og það allt í lagi að við þennjum út heilbrigðiskerfið ef við fáum betri þjónustu. En það veit bara enginn í hvað þetta hefur farið. Við í Viðreisn, við erum frekar aðhaldssöm á fjármálin, en það eru nokkur atriði sem við segjum það þarf að gera betur. Hluta því reyna til dæmis geðheilbrigðismála, ýta undir andlega líðan fólks. Hluta því líka að við þurfum að fjölga og það meðal annars verið vanrækt á vakt Sjálfstæðisflokksins að við eigum að fjölga sýnilegu lögreglufólki. Það hefur algjörlega vanta á síðustu árum þannig að gott og vel báknið ef við getum sagt að hefur þanist út en það eins og þeir hafa ekki haft nokkra hugmynd hvernig ætti að þenja það út. Ég hefði viljað sjá það útþenslu í lögreglunni, menntakerfunni, heilbrigðiskerfunni. En þetta bara svona, þetta látið reka á reiðanum og ég held að það sé bara fínt einmitt að við tölum þessi verk þessara ríkisstjórnar. En versta og ég hef oft sagt það áður að því maður í pólitík til þess að ýta hlutum áfram og sumir eru erfiðir hlutir og aðrir eru ánægilegur og annað þarf bara gangi í. Bara guðana bænum, segðu hana hvort já eða nei og nei líka svar ekki draga fólk áfram á asnaeyrunum og það það sem að þau hafa allt of mikið verið að gera blása í herlúðra einhverja yfirlýsingar á einhverju blaðamannafundum og síðan efnið endurnýtt og aftur blásið til blaðamannafundar við erum bara þreytt á þessu leikriti þannig að þess vegna svo mikilvægt að við komumst frá þessu svona vonda leikriti sem í gangi hjá Sjálfstæðisflokknum og eiginlega innan ríkisstjórnar og förum í kosningar þannig að við fáum hér ríkisstjórn sem gengur í verkin sem getur og það ríkisstjórn sem að verður þá að vinna meira út frá því og ég held að það verði bara að vera þannig að næsta ríkisstjórn verði að vera samsett úr flokkum sem þá hugmyndafræðilega nær hvor öðrum í stað fyrir að við erum að horfa upp á þetta á endanum að þá var það þessi störukeppni hvað sem það í orkumálum, í heilbrigðismálum menntamálum og svo framvegis. Sem endar svo bara í algjöru strandi. Já, svo bara endar í bara algjöru aukstræti. Þú ert að tala hérna innviðina sem vantar, það vantar í heilbrigðisskóla og það bara alls þar, samgöngunar og hvaðina. Það ég á þeirri skoðun að lýðveldi Ísland sé vanfjármagnað. Já, þú getur sagt það að vissu leyti. Við eyðum meiri en við öflum og sumt af því sem við þurfum að eyða eða verja peningu til eitthvað sem við komumst aldrei undan. Aldrei undan, alveg rétt. Og þess vegna skiptir máli hvernig þú forgangsraðar hlutunum. Það skiptir líka máli að ýta undir verðmætasköpun. Við þurfum náttúrulega að vera með verðmætasköpun sem að ýtur undir framleiðni þannig að við fáum hagvöxt. Við erum nú búin að það sko reka á fjörur og eins og túrismin og þetta algjörlega. En það sem að við erum að við stöndum frammi fyrir að ég er búin að fara víða landi núna bara síðustu ár og svolítið mikið í sumar og einn maður sagði við mig Þorgerður hvernig við vorum að ræða samgöngumál fyrir austan og hann segir Þorgerður hvernig stendur á því að Færeyingar vinnur okkar þeir eru búin að bora göt í gegnum annarkvært fjall. Það eru göng út allt. Og við erum öll sammála því að við viljum byggja hér á Íslandi upp byggðakjarna.
Ég á því að við að gera það. Það mun kosta, eins og til mis fyrir austan. Ekki bara undir Fjarðarheiði, heldur líka þessi hringtenging á milli fjarðar. Og það eru nauðsynleg. Það er sama með samgöngubætur fyrir vestan og við getum líka að tala um samgönguullin enn betri við eyjar. En hvað gerum við? Þú talar um vanfjármögnun. Við ákveðum pólitískt að setja frá ríkinu 80 milljarða aukalega í vexti að því við ætlum að halda íslensku krónunni. Við erum að setja býtu, þetta er bara Já, ég er tilbúin að býtu, það er verið að tala um að það vantar fjármagn í menntakerfi, það vantar fjármagn í það að hjálpa nýjum Íslendingum, fólki sem vill búa hérna, að læra meira og betri íslensku, verða hluti af samfélaginu. Þetta kostar allt. Það jákvæðar fréttir þetta fólk einmitt í dag. Algjörlega, mjög jákvæðar, vinnur meira heldur en við Íslendingar og við eigum að halda áfram og við eigum að gera allt. Vilja læra íslensku og vilja vera hérna og þá verðum við að vera svolítið með opin faðminn. En við erum ekki með hann opin, ekki út af því við kannski vilja það ekki. Að því við höfum ekki efnað því, að því við kjósum frekar að setja 80 milljarða í vaxtagjöld og það er það sem að við Viðreisn erum að benda á. Jú, við þurfum að sýna aðhald í ríkisrekstri. Við þurfum og við getum farið í einfaldani að kerfum, það mun spara mikið fjármagn, sameina stofnanir, leggja niður ráðuneyti, að minnstakosti 2 að mínum mati, við getum farið í það að selja banka. Ég sé það einhvers staðar á vefnum er verið að segja að Viðreisn vilji meðal annars selja Landsvirkjun. Nei, Viðreisn mun ekki standa því að selja Landsvirkjun. Þetta er fyrirtæki sem í eigu þjóðarinnar, þetta byggir á auðlindanýtingu og við eigum að halda áfram að eiga Landsvirkjun og svo ég taki áfram aukakrókin. Vindmyllurnar, við eigum að byrja rólega, við þurfum að skapa og móta skýra stefnu vindmyllur. Hver á vindinn? Þetta snýst það hver fær leyfin. Í því felst verðmætin og ég held að fyrstu skrefin varðandi vindmyllurnar, það er búið að heimila núna Búrfellslund og Blöndulund. Þetta eru framkvæmdir sem yrðu þá á vegum fyrirtæki sem í eigu þjóðarinnar. Ég held að það yrði meiri sátt það til þess að taka fyrstu skrefin í varðandi vindmyllurnar, að prófa það, þróa okkur áfram, tryggja það að bæði verðmætasköpunin og aukningin verði á höndum þjóðarinnar. Svo getum við séð hvernig þetta, við að taka bara eitt skref í einu en ekki vera hér eins og mér finnst sumir meðal annars í Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum vera að ýta undir bara algjört gullkalaðvara æði þegar kemur að vindorkunni. Já, við þurfum vindorku en til þess að bæta við orku en við verðum að hafa skýra stefnu hvað við viljum, hvað við látum borga í auðlindagjöld og hverju það eru sem taka fyrstu skrefun. Ég held að til þess að ýta undir traust á verkefninu, meiri sátt að þá sé ekki einmitt vitlaust að láta fyrirtæki, Landsvirkjun, í eigu þjóðarinnar taka þessi fyrstu skref og sjá hvernig er. Já, ég er þeirra skoðunar. Ég las eitthvað mjög mikið á móti þegar við tölum með Búrfellslund. Já, en þetta er skilgreint minni með þannig í ramanum, sko. Já, þetta sé svona... það er bara orðanotkunni sem við... Já, það er alveg rétt og það er kannski hluta því að það verði einhver svona misskilningur í þessu öllu saman. Það er ekki verið að tala nægilega skýrt, sko. Við þurfum meira orku, já, það þarf að ná í meira orku, það þarf að nýta orkuna betur, það þarf að miðla orkunni betur. Við erum að sjá til dæmis Vestfirði, margótt búin að vera að benda á það að það er alltaf varaaflegir á dísel. Við sem að komum á rafmagnsbílum vestur og erum rosa góða samvinsku þegar við erum á rafmagnsbílum það fara díselvélar á stað til þess að þetta er náttúrulega ekki í lagi og það er á ábyrgð okkar að ýta svona framfaramálum af stað heim í hérað. Hvað sem við búum á landinu. Og svo svartélolíunotkun í fiskbrennslánum fyrir Já, þau verður náttúrulega fiskbrennsluna verða nú líka að þora á tíma að kaupa forgangsorku, ekki bara afgangsorku. Já, kannski. Það er nú líka... Nú er að peningu sýnist okkur. Já, nú er að peningum. En það eru svona risamál nefnilega, Sigurjón, sem að blasa við okkur og þá er ekki bara að tala þessi alþjóðamál gjaldmiðil. Þetta snýst líka þessi prinsipum auðlindamálin en líka það sem við erum að sjá í dag er ákallum og mjög erfiðir
náttúrulega atburði gerst eins og manndráp núna, morð á Bryndísuklugu, við erum að sjá líka fyrir austan vera skelfilega atburði og það einhver brestur í samfélaginu og ég tel að við þurfum og ég held að ríkisstjórnin sé að rétt að taka þessi skref, ekki spurning. En við verðum öll held ég að spyrja hvað sem að við getum gert til þess að sýna meiri umbyrðarlyndi, meiri mennsku, íta undir einmitt fjárfestingu í andlegri líðan fólks, íta undir fjárfestingu að taka vel á móti fólki þannig að það verði engin afgangs. Það ekki öll heimili þannig að það séu foreldrar sem geta haldið utanum börnin endalaust. Það ekki þannig. Sum heimili eru brotin. Við verðum að taka tillit til þeirra. Og það má enginn vera skilin eftir út undan og þess vegna fannst mér ég var viðstödd biskupsvígsluna hjá Guðrúnu Karls Helgadóttur núna daginn og mér fannst þú veita mér von. Hún var að tala upprisu mennskunnar, kærleikans og ég held að þetta eru nefnilega þetta eru mjög gallhörð mál, þetta ekki mjúkmál, þetta eru hörð mál og ef að ég segi með því hörð mál þá ég kannski að segja það til þess að vekja líka athygli þeirra sem að hafi ekki verið að skipta sér að þessum málum nægilega mikið og halda að debit og kredit sé það sem að öllu máli skipta. Þessi hryllingur sem var þarna, það var eins og hver einist Íslendingur hafi verið lamin bara þétting fast í magan. En það má ekki bara vera það. Nei. Það þarf að vera eitthvað þá framhald á þessu. Já. Þetta bara ekki, við mögum ekki rjúka upp til handa fóta núna. Þetta eitthvað sem að verður að lagast. Já, það verður að gera það og ég vil hvetja að þetta verði þvert á all litrófið, þvert á flokka. Ég held að það sé mjög mikilvægt að það verði, við náum samstöðum það hvert við erum að fara, hvernig við, og ég held að byrjunin sé einmitt líka að taka enn betar utan skólakerfið okkar, alveg frá leikskóla og upp úr. Við erum búin að vera að heimsækja mikið skóla, við erum að sjá, þetta gjörbreytt umhverfi frá því ég var menntamálaráðherra fyrir 20 ára. Það eru meiri áskorunni, það eru meiri krefndi verkefni, það eru stærri bekkir, mun stærri bekkir. Tungumál. Það eru tungumálin, það er svo margt sem að kennarinn og skólinn þar stuðning við og þau eru búin að vera að veifa fánunum svolítið lengi og ég held að það sé komið tími til þess að taka betur utan þau. Það er margt gott verið að gera, það er verið að laga margt, ég ætla ekki að fara bara í neikvæðina þegar kemur á skólakerfinu. Auðvitað vitum við að það eru merki líka víða sem segja okkur hér þarf að staldra við, hér þarf að taka betur utan hópa og þá eigum við að gera það og ég vona að við dettum ekki einhverja pólitíska skotgrafi þegar kemur að menntakerfinu. Heldur að við sameinustu það að það eru ákveðin atriði sem við þurfum að gera betur. Allt frá því að fara í öflugri námsgögn, ekki bara fyrir börn upprunni hér frá Íslandi heldur líka önnur börn sem að komin og eru að setjast hér að og ætla að vera fullir þáttakatur í samfélaginu. Við erum að passa upp á það, yfir í það að kenna íslensku, við þurfum að setja meira fjármagn. Mér finnst það jákvætt í dag í þessari skýrslu sem var sett fram meðal annars unnin af OECD og sá meðal annars að það var Hlöðver Skúli Hákonarson sem kom að þessu sem að útskýra þetta mjög vel, hvað við þurfum að gera og við höfum að draga lærdóm á því. Þannig að þess vegna það er svo mörg verkefni sem bíða. Við höfum ekki tíma til þess að bíða eftir því hvernig ríkisstjórnarflokkarnir hafa, hvort að þeir séu stuði eða ekki, hvort að þeir séu búin að grafa stríðsöxina innan flokks eða milli hvors annars. Við höfum bara ekki tíma. Við þurfum að fara í þessi verk og þess vegna þurfum við ríkisstjórn sem að getur verið samhentari og það gerist með því að það eru flokkar sem að kannski standa nær hvor öðrum heldur þið gerir í dag. Þessi ríkisstjórn gerir lítið held ég. En evran. Já. Það er stóra málið ykkar. Eitt af stóru, það er stóra málið. Almannahagsmunir fram að sérhagsmunum og þess vegna erum við meðal annars að segja evran er leið að því að ýta undir almannahagsmuni. Þá langar maður að spyrja, ekki Maastricht skilyrðin í gangi þá? Jú. Við uppfylltu þau nokkru sinnum. Ekki þeirra núna? Nei, ekki þeirra núna. Við uppfylltu þau
minni mig 2001. Já, í einn mánuð eitthvað. Nei, í nokkur tíma. Já. Við höfum af og til náð 3 minnum af 4 sko. En ég hef engar áhyggjur af því að við getum ekki uppfyllt þau þegar þar að kemur. Það sem að gerist og við höfum oft verið að benda á það að það er ekki þannig að við höfum haft marga slappa en þetta er ekki fólkinu að kenna sem hefur verið fjármálaráðherrar að þetta alltaf svona. Þá hljótum við að spyrja, það ekki kerfi sjálft? Og ekki komið tími til þess að rótin sé skoðuð og við förum lengra. Og þegar það alltaf þannig, Sigurjón, að við Íslendingar, venjuleg heimili, eru alltaf, þó að vextir séu lágir, þá eru við samt að borga 3-4 prósentum meira heldur en aðrar þjóðir. Við erum alltaf með hærri verðbólgu heldur en aðrar þjóðir. Og þess vegna held ég að það sem að við höfum líka gott af, og ég ekki að segja þetta verði eitthvað halleluja allan tíman. Við þurfum meiri aga. Og það kannski það sem að meðal sjálfstæðisflokkurinn hræðist að hann þarf að sýna meiri aga þegar kemur að ríkisfjármálum ef við værum með evruna. En það heldur ekki, og af hverju segi evran líka þetta stóra mál, meðan við erum með íslensku krónuna og þetta svona eins og þetta þá ekki jafnt gefið í íslensku samfélagi. Það ekki jafnt tækifæri í íslensku samfélagi meðan svona Við erum að sjá að það eru 250 útflutningsfyrirtæki sem að gera ekki upp í íslensku krónum. Það vont? Nei. Ég held að það hafi verið mjög mikil ástæða fyrir því á sínu tíma og skilningur að þessi fyrirtæki þannig gætu keppt á samkeppnisgrundvelli við önnur fyrirtæki í útlöndum, þá þurftu að vera með sama vaxtastig, þá þurftu að vera með svipaða gjaldmiðla. Þess vegna var þeir leyft að fara í dollara eða evru og svo framvegis. En það þýðir ekki að skilja heimilin eftir í súpunni. Litlu og meðalstóru fyrirtækin. Það eru þau sem að vaxtatæki Seðlabanka spýtur á, ekki neinum öðrum. Þau sem eru með óverðtryggðu lánin, þessi stóra súpa, fólk sem að að kaupa sín fyrstu íbúð og hús. Þetta það sem að fólk, ég var á Grundarfirði daginn, ég var á Selfossi í síðustu viku. Þetta alltaf sama sagan. Þetta ekkert endilega fólki sjálft sem að kaupa. Þetta eru foreldrar barna sem segja við getum ekki hort upp á börnin okkar. Mánaðarlega afborgunin farin úr 180.000 í 350, farin úr 150 í 340. Þetta fólk sem eru kennarar, þetta skrifstofufólk, þetta trésmiður. Þetta börnin okkar geti þetta ekki. Nei. Og þetta fólk á mínum aldri og eldra, okkar aldri, sem að hefur verulegar áhyggjur af börnunum sínum og þau standa frammi fyrir þessu og þau geta þetta ekki. Það ekki allir sem eru með ríka bakhjarla. Það bara ekki þannig. Nei. Það er bara þetta 1% sem getur gert það. Já. En sko, að því að ég hugsa að þau sem eru að horfa á okkur eða hlusta, eða hlusta skulle við vona, að vita kannski ekki alveg hvað hann tala vaxtaskilyrði. En þetta vel annars mjög ströng krafa í verðbólgunni. Já. Mjög ströng krafa í verðbólgunni. Þetta svipað bara verðbólgumarkmið Seðlabankans, 2,5%. Já, en sko, það fer svo sem eftir hvernig verðbólgan í öðrum löndum á saman tíma. En þetta mjög ströng krafa. Og svo það vaxtamunurinn. Og hann harkar það líka. Já, harkar þar. Og það líka. Það var allt annað, ef við stæðum þessi skilyrði, þá vorum við með allt annað vaxtastig á til dæmis húsnæðislánum. Já, á húsnæðislánum erum við með þetta svona 11-12%, náttúrulega 9,25% stýrivextir. Það eru sko að því þekki ágætlega til Þýskalands og það hvað verið að gera þar, þetta frá 2 og upp í 3,5% sem verið að borga og þú ert að raunverulega greiða niður höfuðstólinn sko. Og þú veist hvað þú greiðir fram í tíman. Það ekki þannig að þú bara vaðir blindi í sjóin og það þessi fyrirsjáleiki sem að við erum líka að tala fyrir fólki í landinu að þurfir ekki hagfræðing eða viðskiptafræðingin í hverja fjölskyldu til þess að vita bara hvernig þú átt að fjárfesta og hvaða lán þú átt að taka. Já, þetta bara ævintýralegt. Þú átt að velta fyrir á ég að taka myntkurfulán eða á ég að gera hinsigin eða svona á ég að vera í óverðtryggðu eða verðtryggðu. Þetta galið fyrirkomulag. Fólk sem tók óverðtryggt. Nú bara mjög nærri mér, tekur óverðtryggt
og svo hækkar það svo mikið að það verður að færast yfir í óverðtryggt gjörsamlega gegn vilja lántaka. Bara villa ekki. Þau bara ekki get fyrir þessum fyrir verðtryggingu, en verður rakin inn í þetta. Ég veit það. Þetta náttúrulega alveg galið. Þess vegna erum við að segja við byrjum aldrei nógu snemma að vinna fyrir framtíðina, af því framtíðin verður að nútíð. Og við þurfum alveg eins og við getum talað heilbrigðisáætlanir til 2030. Við erum að tala samgönguáætlun til 2040. Við erum að tala menntastefnu. Af hverju getum við ekki talað gjaldmiðlastefnu? Af hverju má ekki hrófla við þessu? Getur verið að við séum það að rugga einhverju sérhagsmuni þar? Getur verið þetta hendi meðal annars stjórnmálaflokkum, gömlu stjórnmálaflokkum að hafa þetta svona, af því þá ekki sami ægi ríkisfjármáli, þá hægt að fara aðra leiðir til að ýta undir hagsmuni sem ekkert endilega almannahagsmunir. Þannig að það svo margt sem að hangir á spýtinu. Líka, við erum að tala við erum að kvarta oft undan verðlagi á tryggingum, það fákeppna tryggingamarkaði, það fákeppna bankamarkaði. Það nú margoft komið fram meðal annars í skýrslu Svíja sem var unnin fyrir nefndina sem var skipuð Ásgeiri Jónssoni og Illuga Gunnars og Ásdísi Kristjáns, það sem að Svíjarnir sögðu alveg skýrt að meðal annars að fljótandi gengistefna væri ekki að ganga. En þetta það ítrekað verið að benda okkur á það utanfrá að við þurfum annarkvort meiri aga í ríkisfjármálin, breyta þessi fastgengistefnu, koma upp myntráði eins og við í Viðreistöluðum í fyrstu kosningunum, eða fara inn í stöðugan gjaldmiðil. Þannig að verði fyrir alla, af því það ekki jafnt gefið með þetta nú. En ef eftir næstu kosningar sem vonandi verða sem fyrst, að þá mun Viðreisn á segja að skýlir í okkur að við tökum upp evru eða stefnum að fyrir að vinna í að taka upp evru. Það allavega ljóst að við erum eini flokkurinn við ríkisstjórnarmyndun. Sama við hvaða flokka við tölum sem að muni setja á borðið og segja við viljum að þjóðin fá að kjósa næsta skref. Við treystum þjóðinni til að taka næsta skref, hvort að við eigum að klára aðildarviðræður við Evrópusambandið, og svo ef að þjóðin segja já, þá fyrir þetta aftur samningur fyrir þjóðina, af því á endanum erum við alltaf að rífast bók sem aldrei hefur verið skrifuð. Það ekki bara best að við fáum að sjá hvað stendur í henni? En gott og vel, við munum setja það á borðið, og ef að einhver flokkur í dag treysti sér til að segja, nei, við munum aldrei treysta þjóðinni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, þá náttúrulega bara í erfiði málum. En ég skal svara þér, þú ert búin að spyrja alla aðra flokka, treystiði þjóðinni til að taka næsta skref. Það frekar spurningin heldur en að spyrja okkur, af því við munum alltaf að setja þetta á borðið. Og við munum láta reyna á aðra flokka, treystiði þjóðinni til að taka þetta skref. Viðreisn alveg skýr, það okkar fyrsta skref. Þó að við erum eindregið á því að það til mikill hagsbóta fyrir þjóðina að fá nýja gjaldmiðil fyrir utan allt annað sem að tilheyrir Evrópusambandinu og ýtir undir frelsi, ýtir undir samstöðu vestrænna þjóða í þessum kvikula heimi, ýtir undir samstöðu okkar gagnvart populistum, gagnvart fólki sem ógnar fjölbreytileika, mannréttindum, jafnrétt og svo framvegis. Að þá það samt bara það sem við í Viðreisn erum að segja, við munum setja á borðið að þjóðin eigi að fá að taka ákvörðun næsta skref. Og ef aðri flokka treysta sér ekki í það, þá bleik brugð, segi ég. Já. En ég sá að næstu kosningar eru sem fyrst og þú tókst undir það. Við erum tilbúin. Þetta ófremdar ástand eins og þetta Já. Það þarf að klippa, það þarf að höggva á hnútin eins og þetta núna. Það öllum ljóst, og ég held að sá flokkur sem að myndi segja, það bara komið gott af þessu, að sá flokkur í ríkisstjórninni sem að myndi gera það, ég held að þegar uppist það sá flokkur sem myndi jafnvel græða á því að horfast í augu við að viðfangsefnið þannig að þau getur ekki lista,
það komi tími til þess að stokka spilin og færa öðrum keflið. Þannig að ég held að þess vegna segir sko, hvað sem að það eru mikið skynsömu fólki í Framsóknarflokknum líka. Þau ættu að sjá þetta sem og Vinstri græn. Ég held að Vinstri græn þurfa að fara fyrst í gegnum þetta flokksás þing sitt og kjósa nýja forystu. Með fullri virðingu fyrir þeirri sem að nú að þá held ég að ef að Vinstri græn fá tappert vígreift fólk í forystu að þá geta Vinstri græn alveg lifna við. Já, en það þá bara þau sem greina samkvæmt sögunni að sprengja ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa aldrei gert það. Er það ekki? Þá er það bara Vinstri græni sem að ef að kemur einhver ný forysta sem að lísta ekkert á það, en ekki taka við þessu eins og þetta er. Já, en það líka spurningin ábyrgðarhlutverki, sko. Það voðalega mikið hangi á þessu hafa aldrei, og það talið til mikill að þrautsegju, sko. Það má líka segja ætlar að kyngja hvað, þú veist, bara ælunni endalaust. Já. Það líka kannski spurningi sem að þarf að spyrja sig og eru Vinstri græn að fá út úr því og Framsókn út úr þessu starfi sem að þau kjósa, sko. Við erum að upplifa það að Sjálfstæðisflokkurinn endalaust að sparka í þau fyrir utan að vera í þessari sjálfhverfi sinni sem að hann kannski er. Talandi sjálfhverfi, þú veist, ég sá þess að auglýsingum daginn frá hlut og flokknum, sko, hvert planið og 13,9 þarna. Unga fólki? Já, sem er svolítið þeirra hlutverk og þú veist, það að halda fórustunni við efnið og hrista til. Þá hélt ég samt, sko, að þau myndi vera að tala sko, vexti og álaga á fólkið, en þau voru ekki að hafa áhyggjur af fylgistölum en ekki vaxtatölunum og þú veist, við erum með 9,25% stýrivexti eins og þú veist, við erum með 17% yfirdráttarlán hafa aldrei verið meiri, yfir 100 milljarðar. Fólk er að fara í alls konar skítarettingar til þess eins að lifa mánuðin. Já, bara að lifa mánuðin og við verðum að vera með ríkisstjórn sem segir, heyrðu, ég sé hvað þið eru að gera, ég sé við hvað þið eru að glíma. Og við eigum að fara og ég vona að við náum því með næstu ríkisstjórn sem ég ætla bara að vona að Viðreisn verði hluti að gera og við eigum að setja markið átt bara að Ísland verði fjölskylduvænasta samfélag á Norðurlöndunum. Við erum 400.000 og við eigum að geta það. Við eigum að geta verið með stjórnsýslu sem er ekki svona þungivöfum, heldur fer af stað. Við erum með ríkisstjórn sem er með einhverja aðra sín heldur en bara fjölga ráðherrastólum og síðan hanga á þeim, sko. Já, það er það sem að þessi ríkisstjórn hefur gert. Við nánast afnámum bankaskattinn til dæmis, að því að þá það myndi skýra sér til okkar, sko. Almennings, það er bara ekki gert. Nei, og svo er það líka sjávarútvegurinn, við skulum ekki tala út í það. Nei, það er náttúrulega sjávarútvegurinn, það er risamálið, það er bara þessi prinsip. Þessi prinsip sem að við megum ekki láta alltaf vera, sko, þeim er alltaf móka svona undir teppið á síðustu og svo bara treysta allir einhverju bara slagunum, er ekki bara best að kjósa Framsókn eða það er svona þessi tilfinningum að eitthvað gerist og svo bara gerist ekki neitt. Og engin veit hvað þau eru, sko, kjósendur verða að vita hvað fæ ég þegar þetta fólk fyrir að tala saman myndun ríkisstjórnar, hvað er verið að leggja áherslu á. Og það sem að við í Viðreisn erum að segja, við munum leggja áherslu á almannahagsmuni og það eru leiðir til þess að ýta undir almannahagsmuni fram að sérhagsmunum. Það er að taka á auðlindamálunum, það er að taka á menntamálunum, það er að taka á heilbrigðismálunum. Hvernig léttum við fólki í róðurinn? Við þurfum að hugsa núna og segja við fólkið okkar, við sjáum að það er basl, við ætlum að létta ykkur róðurinn á þessu, svo ég tala nú ekki nýja gjaldmiðil og svo framvegis. Það er alveg ljós hvað við setjum á borðið, það eru nokkur atriði, við erum frjálslyndur hægri flokkur, við viljum vera og ætlum að vera ábyrgir í ríkisfjármálum, við ætlum ekki að skila verkefnunum þannig að það veri alltaf næstu ríkisstjórnar, Sigurjón. Þetta er ekkit sanngjarnt, þetta er ekki sanngjarnt að vera að lofa öllu fögru og svo er það bara næstu ríkisstjórnar að díla við þetta allt saman. En þið sátuð 1 ár í ríkisstjórn? Já, í 10 mánuði. 10 mánuði, já. Eitt sumar það sem var ekki fundað, eins og frektir orðið. Já.
Þannig að þetta gerðist lítið á þessum tíma? Nei, ég myndi alls ekki til að mynda, nei, það nefnilega gerðist nefnilega töluvert mikið á þessum tíma. Þú varst matvælaráðherra eins og heitir núna? Já, og Benedikt Jónsson var fjármálaráðherra, frábær fjármálaráðherra. Hann á endanum afnum hann hafði ekki mikið tíma, en hann nam gjaldeyrishöftin á sínu tíma. Það var tvennt sem ég myndi segja að hafi reynt á það að hafa viðreisn í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Það var annars vegar sjómannaverkfallið. Það var legið í mér að þingmönnum meðal annars Sjálfstæðisflokksins sem að voru þá með okkur ríkisstjórn, það var náttúrulega Framsóknarflokkurinn og ég man að núverandi varaformaður og fleiri voru að heimta það að sjómannaafslátturinn yrði tekin upp á nýju og maður myndi gefa það eftir. Það var stór krafa og ég sagði alltaf nei. Útgerðarmenn eiga að borga sín launatengdu gjöld og þeir eiga að sjá launin. Við erum ekki, ríkisvaldið er ekki að niðurgreiða eina stétt umfram aðra. Það er bara ekki þannig. Þannig að hérna á endanum var samið og náttúrulega loðnan kom og þrýsti á, en þetta var svona prinsip, við erum ekki að gefa eftir að ríkið niðurgreiði launin fyrir útgerðarna. Það er ekki þannig. Þetta var fyrra málið. Seinna málið var, sem kom síðan upp núna og var klárað af hálfu þessarar ríkisstjórnar, að það var ítrekkað og það var fundað í landbúnaðarráðuneytinu á sínu tíma, farið fram á það að fá undanþágur frá búvörulögunum fyrir kjötvinnslurnar. Að þær fengu að myndi fá að sameinast, fá undanþágu. Og ég sagði ég skil vel, gott og vel, að því þetta er náttúrulega öflugt fólk, mjög mikilvæga vinnslur, mikilvæga atvinnustarfsemi, en ég sagði og beindiði minn í samkeppniseftirlit og sagði gerið þetta á grunni samkeppnislaga, alveg eins og olíufélaginu á sínu tíma. Þau fengu að eiga samstarf innkaup, bara undir mjög ströngum formerkjum, að þau gátu sýnt fram á það samstarf skilaði sér til neytenda og skilaði sér út til samfélagsins. Og var heimilað á hálfu samkeppniseftirlitsins. Við sáum það líka núna nýlega að samkeppniseftirliti heimili samruna eins og Kjarnafæðis og Norlenska gerði það. Bara ef svona samrunar geta sýnt fram á að það ýti undir neytendur, að það sé fyrir neytendur og fyrir bændur líka. En það var legið í mér og ég sagði nei og nei. Það skipti máli að Viðreisn var í stjórn þá. Síðan kemur þessi stjórn og það er búið að vera að djöflast í þessi 7 ár sem þessi ríkisstjórn er búin að vera. Ýmsir tekið undir, Steingrímur J fór fyrir einhverjum spretthópi sem að lagði ríka áherslu á þetta. Maður er búin að sjá þessi merki, þessi fingraför allt. Framsóknarflokkurinn er búin að leggja þessi mál fram ítrekkað að það eigi að kippa samkeppnislögunum úr sambandi bara til þess að hækka matvöruverð til fólks í landinu. Og síðan náttúrulega bara er hringt og bara málinn kláruð að hálfu Framsóknar, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokk. Þau bara fari það að taka þennan snúning og kippa samkeppnislögum úr sambandi og þetta á endanum mun skila sér í hærra verði til neytenda. Og þetta er svona gott dæmi það sem að gat ekki gerst á okkar vakt og hún væri bara 10 mánaða vakt. Það var reynt, en við komum í veg fyrir það. Þessi flokkar hafa farið þessa fjallabaksleiði til þess að ýta undir sína áhrifamiklu bakhjarla sem er sárt að horfa upp á að þau hafi gert. En þetta er eitt af þessum verkum sem að rétt er að halda til haga og voru samþykkt á vakt Sjálfstæðisflokksins að sniðganga frelsið, sniðganga samkeppni, sniðganga það að fjölga möguleiku þess að lækka verð til neytenda. Sko, við erum með dýrustu matarkörfuna. Þetta er eitt þyngsti biti fyrir utan húsnæðislánin. Þá erum við með eina dýrustu matarkörfuna. Og það er ekkert verið að gera til þess að lækka verð á matvörunum til neytenda. Þvert á móti. Kjarasamningu stefnt í hættu með svolítið saman? Já, kjarasamningu stefnt í algjörlega. Þannig að þegar reynir á og þessi fáu mánuði sem við vorum í ráðuneytinu á sínu tíma, þessi 3 ráðuneyti, að þetta var ekki langur tími en það reyndi á ýmis atriði og að mínum mati þá stóðustu þau. Ég er á því að björt framtíð eyðilagði sig með því að taka þátt í ríkisstjórninni, ekki að fara út úr henni, heldur að bara taka þátt með einhverjum.
Já, ég veit það ekki. Nei, ég veit ég bara. Já, það náttúrulega var frábært fólk í bjartri framtíð og það var einstaklega gott að vinna með bæði Óttari og Björtu. Ég held að þau hafi líka bara reynt að axla ábyrgð, þú veist, á þessu ástandi. Það var búið að fara hring eftir hring. Það gerir náttúrulega engin ráð fyrir því á endanum að stóri flokkurinn bara kunni ekki til verka og sinnt ekki málunum þessa veitur. Ég nenni ekki að hlusta á þessar eftiráskýringar að Björt framtíð hafi farið á hjörum jújú, þetta var bara kortið sem fyllti mælin. Það voru mörg önnur mál sem að var ekki gengið í og var ekki lagað. Já. Og þannig að ég held að ef þú lest sko stjórnarsáttmálann síðan þá það að mínum mati besti stjórnarsáttmáli sem hefur verið saman. Frjálslyndur vísi það að verið að meiri segja að snerta á það sem hefur verið alveg tabu núna í 7 ár og ég alltaf að reyna íti við það jafnt vægi atkvæða. Það var snert á því að það ætti að reyna að jafna aðeins vægi atkvæða því að þarf ekki alltaf stjórnarskrárbreytingu, það hægt að fara inn í kosningalögin og breyta þar. Það hægt að jafna atkvæða milli flokka líka, það mjög mikilvægt og við í Viðreisn við höfum ítrekað lagt það fram og líka jafnavægi atkvæða á milli landsvæða en þar var meðal annars snert á því. Þar var snert á því og við höfum klárað það 2020 að setja Evrópumálin á dagskrá þingsins og klára afgreiðsluna. Það voru svo mörg svona atriði sem að horfi til framtíðar og núna 4 árum seinna þá erum við með verðbólgu og hæstu stýrivexti, bara halló. Þetta er ekki tilviljun. Þetta er ómöguleg staða. Við hefum ekki talað svo lengi að fólki sé fara að leiðast að horfa á okkur. Nei, þetta vona ekki. Já, það verður eina löglega spurningu til þín í lokin. Já, FH vinnur Íslandsmeistaratitilinn í handbolta, var það ekki það? Nei. Hvað á Sjálfstæðisflokkurinn og FH sameiginlegt? Bæði eru stofnuð á því herrans ári 1929, Sjálfstæðisflokkurinn í maí 29 og F5-leikafélagið er í október. 15. október 29 og með stofnun FH þá var þetta ár, alvöru ár. Já, og Egill Hansen pabbi minn fæddist 1929. Hann var þetta allt mjög merkilegt. Bæði FH og Sjálfstæðismann svona framan af ævinni. Já, þetta eru stór, allavega FH er stórt frjálst félag. Hitt er nú að eyðileggjast eitthvað. Já, og spennandi. Já, það er margt að gerast en við í Viðreisn við höldum áfram að tala fyrir almannahagsmunum fram að sérhagsmunum og stundum keik. Við ætlum ekki að setja stefnun ofan í skúffu bara til þess að segja eitthvað sem að hljóma betur. Við ætlum að vinna þessu sem að við segjum. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Svo ætla bróðir minn Gunnar Smára að taka við og tala neytendamál. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.